Brynhildur Davíðsdóttir, dósent í umhverfis- og auðlindafræði, bendir á að þjóðhagslegur ábati framkvæmda verða að vera meiri en kostnaðurinn. Við efnahagslegt mat á virði heiðmerkur kemur hugtakið sjálfbærni oft við sögu. Sjálfbærni felur í sér að þá erum við að reyna að þróa okkar samfélag á þann hátt að við mætum þörfum nútímans án þess að ganga á möguleika komandi kynslóða að uppfylla eigin þarfir. En það sem yfirleitt misskilið varðandi sjálfbærni er það að hún ekki bara umhverfisvernd, felur ekki bara í sér umhverfisvernd. Heldur ætíð felur í sér þrjár víddir, það er að segja umhverfislega, hagræna og félagslega. Og þær síðan skarast og áskorun sjálfbærrar þróunar er að mæta eða uppfylla skilyrði hagþróunar eða leyfa hagþróun að halda áfram en uppfylla á sama tíma umhverfisleg og félagsleg markmið. Samfélagið er umlukið náttúru auði. Hann gefur af sér margvíslegar afurðir sem við nýtum með ýmsum hætti. Þessar afurðir kallar Brynhildur þjónustu náttúrunnar. Þjónustu náttúrunnar, hún allt það sem að maðurinn fær frá náttúrunni. Og maðurinn og hagkerfi mannsins umlukið náttúruauðnum, alveg eins og við eigum eitthvað sem heitir mannauður. Þá eigum við eitthvað sem heitir náttúruauður. Og frá honum fáum við mikil verðmæti sem skilgreind sem þjónusta náttúrunnar. Og það sem við erum að reyna að gera í okkar rannsóknum að meta mikilvægi þessarar þjónustu í efnahagslegum skilningi. Til þess að við gerum okkur betur grein fyrir mikilvægi þess að viðhalda náttúruauðnum. En viðhald hans í raun og veru ein forsenda sjálfbærni.